Jæja, góðir áhorfendur, velkomnir í K.A.-heimilið. Ágúst Stefánsson heiti ég, verð með ykkur í dag og með mér er Hjalti Hreinsson. Velkomin Hjalti. Takk Ágúst minn, það er stór dagur hjá okkur K.A.-mennum í dag. Vá, við skulum vona það allavega. Já, það er mikil eftirvæntingin í K.A.-heimilinu, fólk streymir að. Frábær umgjörð hjá handknattleiksdeildinni, eins og svo oft áður. En að sjálfsögðu spilað hér upp á sæti í Ólafsdeild karla á næsta tímabili. Já, K.A. liðir innvíð 2-0 eins og flestir vita líklega eftir 2 sigra hérna í K.A.-heimilinu fyrst og svo í Dyrnesnu á þriðjudaginn og þetta er þriðji leikvaliðana. Já, og þessi HK með bakið með vegg en þeir hafa enga að tapa. Nei, þeir hljóta að koma dýrvitlaust til leiks. Það eru vísu stór skörð höggminni þeirra lið. Já, Tryggvi Þór Tryggvason og Kristján Otto Hjálmsson eru ekki með þetta. Kristján Otto fekk náttúrulega beint rautt spjald og er því í banni. Já. Ég veit ekki ástæðan hvernig Tryggvi er ekki með í dag, veistu þú það? Nei, hann lítur bara að vera meiddur eða eitthvað slags. En í staðinn komu þeir Arþór Ingi Ingvarsson og Ársæll Ingi Guðjónsson í hópinn. Já, svo vantar að sjálfsögðu Kristófer sem var mjög góður hérna á móti okkur í deildinni. Það er ekkert land sem við spilaðum við á deildinni, við vorum með saman á svölunum, félagarnir þegar við unnum með einu marki. Nákvæmlega, það var ansi skemmtileg stund undir lokið þegar Átsi Eigisnes kom okkur yfir 13 sekúndur eftir og svo var Heimir Árna sem varði skot í hávörðinni og kláraði þetta. Það var rosalegt moment. Annars er svo sem ekkert mikið að frétta liðsmönnum K.A. Sami hópur og þriðjudaginn. Já. Og ég talaði við Stefán Árnason í dag og sagði að það væri svo sem ekkert sérstakt eða ekkert nýtt fyrir leikinn. Það er bara að halda áfram og bæta það sem mögulegt er frá síðasta leik og vinna svo. Algjörlega. Hér er mjög skemmtileg nýjung í K.A.-heimilinu. Það er ljósasjó fyrir leik. Já. Lýsingin í K.A.-heimilinu er ekki boðið upp á þetta en hérna er menn stóru og menn leggja bara í þetta. Já, hérna er allt gert til þess að skapa sem flottasta stemningu og umgjörð. Því það er vandamálið er keppnislýsingin, það tekur svolítið langan tíma að kælna niður þegar það er kveikt á henni. Þannig að leikmenn hita hér upp í dag í upphitunar ljósunum, ef svo maður segja. Svo er hér fyrir í gang ljósasjó og leikmenn 7. flokks karla og hjá K.A. og 7. flokki hjá K.A. Þór leiðinn á. Já. Leikmenn. Frábært og ég sjá lífustu lukkudýr K.A. skósennarnir. Þeir eru skemmtilegir. Mjög skemmtilegir. Þeir komið fyrsta skiptið hérna á laugardaginn síðasta og slóðu í gegn. Eðlilega þeir eru skemmtilegir. Nú er leikurinn að fara í gang. Já, kynningin, HK lappar hérna inn á og við skulum henda að fara yfir þeirra lið. Í markinu eru þeir Sigurjón Guðmundsson og Stefán Huldar Stefánsson. Útileikmenn eru Bjarki Finnbogason, Arþór Ingi Ingvarsson, Pálmi Fannar Sigurðsson, Svavar Kári Gretarsson, Gretar Áki Andersen, Elías Björgvin Sigurðsson, Ársæll Ingi Guðjónsson, Egill Björgvinsson, Friðgeir Eli Jónasson, Sigurjón Friðbjörn Björnsson, Ingi Rafn Róbertsson, Ingólfur Páll Ægisson og þjálfari er að sjálfsögðu Jón Gunnlaugur Viggósson. Eins og ég segi, það er það 2 breytingar, Tryggvi og Kristján út og inn koma þeir Arþór og Ársæll. Eins og þeir hafa engu að tapa í dag HK. Nei, þú fara þeir bara all in, þeir vita það bara sumarfrí á morgun og leiðileg keisla heim að þeir tapa og þeir vilja gefa sínu fólki aðeins meira á tímabilinu þó að fótboltinn sínur reyndar að fara í gang. Já, ég trúi ekki öðru. En eins og ég sagði líka í útsendingun okkar á þriðjudaginn, sko, HK búið að bæta sig gríðarlega frá síðasta tímabili og þó þetta myndi fara á versta veg fyrir þá í dag og K myndi vinna að fara upp í dag. Ég held að það sé stutt í að HK leikja aftur með þeirra best. Sammála því. En þá fer kynningin á okkar mönnum í gang. Skulum renna yfir hópinn. Markmenn hjá okkur í dag er Jóhann Kungabad og Svavar Ingi Sigmundsson. Útileikmenn eru Andri Stað Stefánsson, Dagur Gautason, Elvar Haldarsson, Átsi Eigisnes, Sigþór Gunnar Jónsson, Heimir Örn Árnason, Daði Jónsson, Jón Heiðar Sigurðsson, Sigþór Árni Heimisson, Ólafur Jóhann Magnússon, Einar Birgir Stefánsson og Einar Logi Friðjónsson. Stefán Árnason að sjálfsögðu, þjálfari okkar manna. Reyndar rándir þjálfarateimi hjá okkur í dag. Það er mjög gaman að sjá samvinnu Jónatans Magnússonar og Stefáns Árnasonar í vikunni. Ég veit að þeir hafa drukkið nokkra kaffibolla saman og Jónatan er á bekknum með Stefáni Árnason í dag, sjálfsögðan ásamt Reyni Þór Haugsinni sem er veikur og er ekki að spila lengur. Nei, en vörn K.A. hefur samt einhvers veginn verið mjög sterk yfir þrátt fyrir að vanta Hreins. Maður hafði vissar áhyggjur að Hreins er ekki með. Já. En menn hafa bara stíð upp. Heldur betur, það er bara mjög gaman að sjá það að sjá með þann sem að lappærið inn á Daði Jónsson frábær í síðasta leik, fekk reyndar 3 sinnum 2. Hérna er annars maður stíð upp Jón Heiðar Sigurðsson. Leiðir hérna fransiskinni sinni inn á sínum smer. Mjög skemmtilegt.
og kannski lýsandi svolítið fyrir fjölskyldustemninguna hérna. Mjög skemmtilegt að sjá stemningun hérna í dag, það er andlitsmáling og sjálfsögðu K.A. spílastokkarnir. Ég skal K.A. spílastokkarnir, vá! Eru þið geggjaðir? Ég segi, minn draum er að spila með K.A. loksins ræðist. Því lík snild, ég hvet alla til að drífa skemmst að stokka því þeir eru að mókast út. Heldur betur? Og það er bara að takmarka upplag. Það er vel, já. Þá er... Einar Logi Fríðjónsson kemur hérna inn á... Þetta er síðasti leikmaður K.A. sem leipur hér inn á. Já, það var athyglisvert að sjá í síðasta leik, ef við berum til dæmis saman sko fyrstu 2 leikin í þessu einvígi. HK búið að skora 10 mörk í hverjum einasta hálfleik. 20 mörk í fyrir leiknum og 20 í seinni og alltaf 10 mörk. Já. Og svo er náttúrulega hann Atse Egilsnes sem skoraði 10 mörk í fyrir leiknum. Já. Og hann var með 2 í seinni. Nei, hann skoraði 1 mark og það var á lokamínútunni. Já, það var villa í skýrslunni á HSI. Já. Og ótrúlega að það hefði þurft að laga skýrslunar báðar í þessu einvígi. Það er það mikið álag á öllum sem koma að þessu að það gera allir mjög hvort sem er dómar og leikmenn eða reyndaraborðið. Svona er þetta bara. Nú er lýsingin að fara í gang og stemningi líka. En já, ég ætla að minnast á með Atse áðan. Einar Logi hefur verið að koma aðeins inn fyrir hann. Atse gríðarlega mikilvægur okkar liði og mjög mikið náttúrulega spilað upp á hann oft og samanskapi vörnin hjá andstæðingunum oft einblinn rá að taka hann úr umferð. Það verður mjög athyglisvert að sjá hvernig HK kemur inn í þennan leik í dag. Já, sko, þeir tóku Atse svolítið úr umferð þegar leið á fyrsta leikinn. Eðlilega, þetta var hann 7. heitur. Já. Þeir mættu hann aðeins fyrr til að byrja með í leik 2. En svo fundu þeir Atse var kannski ekki alveg þessi besta leik. Þá hörfum við frá. Þá er gott að hafa mann eins og Einar Loga klárar til að koma því að Einar Logi er til að hoki reynslu og kann hann að handband upp á 10 sko. Heldur betur, reynslu mikill og búinn að vera svona að spila mismikið í vetur en verið ótrúlega sterkur þegar hann hefur verið að spila. Sko það ekki gleyma því að hann var hættur, hann var ekki búinn að spila í 2 ár þegar hann kemur og hann er fljótur að finna formið aftur. Heldur betur. En dómarar hér í dag eru þeir Arnór Jón Sigurðsson og Gunnar Óli Gústafsson. Þeir eru flottir. Þeir eru 2 eftirlitsmenninir hjá okkur í dag. Já, það er öllu tjálta til hjá öllum aðeilum þegar það kemur að stórleikjum og úrslitakeppni. Já, eins og vonum við bara innilega að K.A. klári dæmið og draumurinn sæti í efstild rætist. Heldur betur, þetta komið að stað, byrjunlið okkar manna Davíð Gautsson í hægra horninu. Þann Áki á miðunni, Atse, Jón Heiðar, Atse í skiptunum segir Jón Heiðar á miðunni. Sigþór Gunnar í skiptunum vinstra megin og Andri Snær Stefánsson fyrirliði. Horninu vinstra megin, Daði Jónsson á línunni, Jón Kúkupat í markinu. Já. Gerum fyrsta sókn, Andri Snær, Atse í gegn og skorar! Gefur tónin hérna, færingurinn. Einfalt kerfi og mark eftir 25 sekúndur. Það hefði engin efast að myndi eiga 2 slagaleiki í röð. Atse komið strax í gang. Já, gaman að sjá, Davíð Gautsson kemur hérna út á móti sókn HK. Þessi hefðbundna 5-1, 3-2-1 vörn sem við höfum verið að spila í vetur. Yfirleitt með mjög góðum árangri. Já, en eins og segir, HK hefur ekki skorað meir en 10 mörk í hálfleika mót okkur í þessu einvígi. Einmitt. Það er þökk sig frábæri vörn og það Jóhann Kúkupat líka bara heitur í markinu. Nákvæmlega. Vel gert, Atse, Brítur og Elíasi og brunar út á kemur Heimir inn á. Heimir er ekki að komast inn þarna. Elías búinn að vera öflugur í vetur, búinn að vera með bestumanna HK. Já. Oft skorað mörk í leikjum hérna í vetur og verið öflugur. Það var höndi komin upp. Já, skotið, Jóhann Kúkupat ver en... Hárrétt, ítt á bakkið á Svavari hérna, en höndi komin upp. Já, þá skiptir Ingirab út af og markmaður komin inn. Kemur skotið fyrir utan. Já, vel varið hjá Jóhann Kúkupat aftur. Já, verða frá Ingóli Páli. Frábært að fá Jóhann hérna strax í gang. 2 skot í fyrstu sókn. Heimir keyrir á, Jón Heiðar. Hann leitar að Daða, finnur hann ekki. Sigþór í gegn. Vítakast, já, vel gert hjá Sigþóri. Sko, við Sigþór Gunnar búinn að vera eitt af besti leikmaður K.A. í þessu einvígi. Já. Og hann fiskar með þessar 2 mínútur líka. Já, ég veit nú, mér veist það fyrir kannski strangur dómurinn. Sko, leikurinn nýbyrjir, akkur er þetta í guldspjald? Eða byrju hvað? Nei, hann gefur guldspjald á bekkinn. Guldspjald á bekkinn og það 2 mínútur á Gretar Áka. Andri Snær Stefánsson á vítapunktinn. Já, hann var mjög öruggur, skoraði 4-4 í síðasta leik. Já. Jú, þetta var 2 mínútur á hann Gretar Áka. Gretar Ákjansen. Andri. Skorar!
Öryggið uppmálað, Andri Snær Stefánsson fyrirliði. Það er svo mikilvægt að nýta vítaköstin og Andri Snær að gera það núna. Heldur betur, Stefán Hultnær í markinu, sjáum það að Háká skiptir honum út af. Já, hafa verið að gera það í öllu einvíginu að hafa auka mann í sóttinni þegar manni færri. Það beita því mikið. Ingi Rafn, þetta er Svavar Kári Grétarsson hérna hægra megin úti. Og Elías. Heyriði stemningun í húsinu, gott fólk. Stemning. Mikið af fólk er enn að streyma. Sjáu þið Sigþór Gunnar. Brýtur hann á Svavari Kára, já. Vel gert. Svavar Kári búinn að vera, það er bara svolítið hiti í honum í þessu einvígi. Hann fekk með 2 mínútur fyrir, sko, eftir að leikurinn var stoppaður í síðasta leik. Sjáum það á línunni, Pálmi Fannar Sigurðsson að kljást við. Heimi Örn Árnason. Frábær vörn þarna, Daði Jónsson. Já, Daði fekk náttúrulega 3 brottvísanir í síðasta leik. Hann var líka svolítið snemma til 37 mínútur. Endi komin upp aftur, sjáu þið þetta, frábær vörn. Svavar þarf að gera eitthvað. Svavar í vandræðum, frábær vörn, Dagur Gautason. Dagur er svona 1/10 af þyngdinni en Svavari, en stoppaði samt. Já, og nú þurfa þeir að stilla upp. Ingi hendi boltanum úr. Og þessi farinn. Já, þessi farinn. Frábær vörn í okkar mönnum. Svona byggjum maður upp leiki. Algjörlega. Og ef ég þekki minn mann Stefán Árnason, þá hefur hann lagt gríðarlega áherslu á varnarleikinn í vetur eins og enda er það búið að vera okkar aðalsmerki í vetur. Heldur betur, Jón Heiðar, Atse, sjáðu baráttan á línunni, Ákís upp með skot, en Stefán Hultar ver. Ég varst þetta reyndar ótímabært skot hjá Atse, við erum, það eru 10 sekúndur eftir af því að við séum manni fleiri. Já, hann sá opnun og nýtt hana en það kom enginn út af mótornum og ég skýr alveg þetta skoraði í byrjun og þessi bara fundist að vera heitur. Andri Snær ætlar að stela boltanum, nærði ekki og þeir fá dauðafæri og Jóvar Kúkubat ver! Frábær! Andri Snær upp hinum einn, dribblar, gegn, skorar! Frábær leikur hjá KA í þetta fyrstu mínúturnar. 3-0. Andri Snær ætlaði að stela boltanum, náði hann ekki að vera í staðinn, komið fyrstur upp. Jóvan ver og fer alla leið upp með boltan, frábærlega gert. Og þetta sko húsið sko eins og það gerir nógu mikið líf í því. Nú er alltaf iðandi hérna sko. Rosalega gaman að koma inn aftur í þessa KA stemningu hérna. Heldur betur, stúkan er gull og glöð. Hvað gerir Háká hér? Elías í gegn og Jóvan Kúkubat ver! Andri Snær fram á Dag Gautason, Dagur skorar! 4-0. Jóvan Kúkubat er búinn að loka markinu. Þeir geta ekki keppt sér mark Hákækar. Og það tekur Jón Gunnlaugur leiklepp. Þeir eru sem rotaðir hér. Fullt hús, frábær stemning og KA-liðið að spila algjörlega frábærlega. Vá, þessi byrjun. Og eins og ég segi, eins og Háká hafi ekki verið, nú er það að vera 2-0 undir í einvíginu fyrir leikinn. Nákvæmlega. Þetta er róttök í byrjun sko. Heldur betur með Jóvan Kúkubat búinn að loka markinu og geggjaða vörn fyrir fram að sig í þessari stemningu. Þetta er ótrúlega flott byrjun hjá okkar mönnum. Og líka svo gott að við erum að fá hraðalöfum, við höfum ekki verið að fá þau í þessu einvígi til þessa. Ég sá það á Jóni Heiðri þegar hann fekk boltan eftir að Jóvan varði, hann var næstu búinn að skjóta en það var Stefán Hultar ekki inn á, en hann fann Dag Gautason á síðustu stundu. Jón Heiðar skynsamur, virkilega vel gert og Dagur fram úr skorar. Algjörlega, virkilega gott, en eins og nú er spurningin að sjá hvað Jón Gunnlaugur leggur upp. Hann hefur ekki ennþá náð að finna nógu góða lausn á 3-1 vörðun okkar í þessu einvígi. Hann hlýtur að koma með eitthvað róttækt til þess að reyna að splundra þessu upp. Hann bara verða að koma með eitthvað. Hann þarf að gera eitthvað, það er alveg ljóst. Hann er náttúrulega, það er jafnt í liðum, en hann er samt tekur markmenn út af og spila með 2 línumenn. Já. Hann er með bæði Svavar og Pálma á línunni. Já. Hvað gera Hákæingar núna? Þeir verða nú að fara að skora til þess að koma sér inn í einvígið. Nei, inn í leikinn segi ég. Já. Það er svo sem einvígið svo sem líka, staðan er 2-0 þar. Það er reynda rétt. Svavar. Andri Snær Andri er næstu búinn að stela boltanum. Andri Snær ítir þarna eftir hann Friðgeiri. Já, við náum þessu alveg kannski mynd, en Friðgeir og lítið bátt þarna sem að... Það er meira þess að sonur Andra sem að fekk hérna held í auglýsingaspjaldi bara ás. Ég held að hann hefði bara brauðið. Já, brauðið og háðan. Jú. Kristín Hanna barsmóður Andra, hún... Íkona Andra, hún fer hann yfir hann. Hann grætir ennþá.
Og Marta Hermannsdóttir hjálpar til við að hugga. Þetta aftur til massum fjölskyldu stemminguna. Samvinnan milli Káa og Káa Þórs líka til fyrirmyndar. Og afinn að sjálfsögðu hérna á tökkunum eins og við vitið öll, Stefán Jónsson. Leikurinn komin aftur af stað. Sjáu þið hvað Andrisnær gengur hart út á móti, frábærlega gert í honum. Lokar á hornið, Elías út í hornið og þeir missa boltann! Jón Heiðar, Jóhann Kúkubat, enginn í markinu. Heimir róar þetta aðeins. Það var skrítin sending aftur í bak hérna í þessa Jón stöðu. Heiðar skorar og fær markið og gullspjald. Ok, Jón Heiðar Sigurðsson, frábær snúningur hjá Pilt og skorar hann með skrautlu skoti. Gullspjald af Pálma, sýndist mér, Pálma Fannar. Já, sjáðu Stefán Árnason stýra stemningunni hérna á hliðlínunni. Og sjáðu Jónatan Magnússon líka, þetta virkilega gaman að sjá. Og allir með hérna. HK-ingar slegnir í rot á fyrstu 6 mínútunum. Já. Hvað gera þeir nú? Þetta var klaufalegt hjá þeim áðan. Eru þið að sjá Stefán Árnason á hliðlínunni? Já. Og hérna kemur fyrsta markið, Svavar Kári Gretarsson. Skorar loksins fyrir HK eftir 6:21 held ég. Já, þetta sem rosalega mikilvægt mark fyrir gestina að sko, því lengur sem tíminn líður sem hún ekki markinu, það verður þetta ótrúlega erfitt. Ef við horfið yfir bekkinu á HK núna, það eins og þeir séu í jarðarför. En það ekki upplistjarfir. Það er nóg eftir að þessu, menn það er ekki að örvenda. Andri stæð með skot. Það fær ekki aukakast. Ég held að það sé rétt. Já. Stefán Huldar með frá honum. Svavar út í hornið. Friðgeir skorar núna. Fljótt að gerast, 5-2. Já, heldur betur. Friðgeir Eli með 30 sekúndur. Og þeir eru búin að skora 2 mörk. Sigþór Gunnar sækir á. Jón Heiðar. Natche. Upp með skotið og skorar. Natche Eiðsnes svarar hinum megin. Magnaður átt sig að þetta nákvæmlega sem við viljum fá. Já. Kannski vill hann bara alltaf spila í KM-inu. Það er kannski máli. Líður vel á heimavelli. Toppringur Natche búin að framlengja samningi sinn. Já. Káa. 2 ára samningur, frábæra fréttir. Já. Samanlega með Jóhann Kúkubat, hann líka byrjað virkilega vel í þessum leik. Á rétt. Hæg uppbyggingi á HK og hvað gerir núna? Nú kemur aðeins inn. Þetta Dagur. Sjáu þetta, Gautason! Setur Andri. Skoraði í markinu. Andri skorar, sjáu þetta, Gautason á þetta mark. Vinnur boltan. Hendi sér á hann og finnur Andrasnæði sem skorir í tómt markið. Sko, mér finnst svo gaman en mér finnst svo mikið líkindi með Andra og Degi. Þeir skutla sér á alla bolta, þeir berja svo mikið, þeir eru báðir litlir, ógeðslega sterkir. Algjörlega sammála. Og enda Andri átt kallaði Stálmúsin og mér finnst Dagur að kallaði hvað? Stálhagamúsin eða Stálhamsturinn, Stálhamsturinn var það já. Það við nefndum með rendu. Fyrirliðin með efnilegasta leikmann Káa undir vængnum. Hér kemur ára sína HK, aftur undanferkar aðlöfsleik, Elías sækir á Daða og skýtur framhjá en fær aukakast. Fín vörðnan hjá Daða. Já, en munaði litlu þarna fyrir Elías að sækja vítakasti. Þetta er aðeins meiri kraft. Já. Ég vona stemningin í KM skilir sér allaleg heim og til Tenerife fyrir þá sem eru þar. Svavar út í hornið. Og hann skorar hérna 90. Friðgeir Eli, já, setur hann ekki í klofið á Jóhann, komið 2 mörk núna. Já, þetta var vel skotið hjá honum. Það er svo mikið eftir að þessu að þó að það er erfið byrjun þá skulu Kópavogsbúar ekki örvænta. Þetta verður stál í stál væntanlega út allan hennar leik. Há rétt, þetta er fljótt að breytast. Sigþór, Jón Heiðar, Atsi upp, skorar, sjáu þið, Stefán Huldar í horninu, þetta er bara fast. Virkilega gaman að sjá Atsi mæta svona vel til leiks. Setur bylgjan á HK. Friðgeir Eli aftur og snýr þetta fram hjá Jóhann Kúkubat. Hann er búinn að skora 3 af fyrstu 4 mörkum. Friðgeir Eli að stíga hérna virkilega vel upp fyrir HK. Þessa spurning, hvernig verður fyrir það að vera ekki með Kristján Otto og línumann sinna og vera ótrúlega öflur í sveimi. Já. Svo náttúrulega vantar þetta líka Tryggva Þór. Nákvæmlega. En eins og var ég að Káa í síðasta leik, hann kom bara maður í mannstað. Nákvæmlega. Jón Heiðar sækir á snúningurinn og Stefán Huldar verður ekkert aukakast. En nei. Sigþór Gunnar klára brotið hérna á línunni. Já, Gretar Áki upp boltan hana. Nú
hugsa ég að Andersen vilja klippa Friðgeir út úr leiknum. Getur verið að láta hann fá fleiri færi. Já. Yfirleitt mjög auðvelt að klippa hornin út og mjög sniðugt að gera það núna í kjölfarið á þessum 3 mörkum hjá honum. Árásinn ekkert dæmt hérna. Já, þeir eru að leika svolítið. Jóvan Kúkubat skýtur yfir völlinn, skorar! Enginn í markinu og Jóvan hittir hér í fyrsta skotinu sinni yfir völlinn. Já, þeir Arnór og Gunnar eru að leyfa svolítið í dag. Margir hefðu flautað á þetta, það gerðu þeir ekki og sama með Káamegin. Þetta er bara flott, fáum svolítið bara flott í leikinn. Árrétt. Og ég vil vekja athygli á því að Stefán Árnason, eins og ég sögðum á hann, stýrir þarna umferðinni og sjáu hver situr beint fyrir aftan á trómminni, framkvæmdastjórinn Sævar Pétursson. Það vantar bara gula buxur hjá honum, annaði guld. Sóknir á HK klikkar hér, slæm sending, Jóvan Kúkubat skorar aftur! Jóvan Kúkubat, 2 mörk í röð á stuttum tíma og nú hljóta HK að, nei, hann kemur aftur hinn út af. Ég ætla rétt að vona að það hafi ekki verið markabónus í nýja samningnum að Jóvan Kúkubat. Þetta var, já, ég veit ekki hvort það var klaufalegt eða góð vörn, ef ekki bara segja góð vörn. Svavar var að reyna að finna línuna þarna, hann var að reyna að finna Grétar á línunni en hann misti boltan og Jóvan fljótar að hugsa. Þá var Egill Björgvin sem kom inn á miðjuna hjá HK. Guldspjald á loft á Daða Jónsson. Já. Það er ekki sami litur á þriðjudaginn. Andri Snær klappar hérna í takt við áhorfendur, kveikir aðeins í þeim aftur. Frábær stemning. Svavar Kári. Kemur Egill á þetta. Svavar finnur línuna. Já, þetta er mark. Vel gert hjá Grétar Jáka, skorar og guldspjald á Heimi Örn Árnason. Já, Gunnar Óli sýnir honum spjaldið hérna. Sjá, og eins og Grétar Áki gerði vel á línunni hérna og það er líka guldspjald á Heimi. Þetta er sko bæði lið komin í gang. Daði út. Sigþór Gunnar, Atje. Andri Snær, Sigþór Gunnar. Sigþór Gunnar er frábær vörn í HK þarna. Sigþór Gunnar, fyrsti skots í leiknum sem á vörnum er. Og stoppaði leikinn hérna. Já. Jón Heiðar stillir aftur upp. Jæja, þá var spurning hvað við gerum þess að höndur er komin upp. Jón Heiðar, Atje upp. Skotur framhjá, ekkert þessu. Nei. Og HK, Svavar Kári upp. Frábær skot hjá Svavari Kára. Þetta var alveg negla upp í skeytin. Já. Kom hratt upp og skoruðu. Þetta er það sem að HK þarf að gera. Þeir eru miklu vandrað með uppstillan varnarleik HK. Þeir verða að sækja seinnivilkina þegar þeir geta. Já, það er hárið rétt. Kemur Káa. Þeir hafa ekkert komið mikið út á móti. Atje er að spila 6-0 vörn. Alltaf leikinn. Frábærlega gert Jón Heiðar Sigurðsson fyrir Sigþór Gunnar. Vel gert Jón Heiðar Sigurðsson og vel gert dómara leiksins að flauta ekki á brotið á Jóni Heiðari. Algjörlega, þetta er það sem ég var að segja á hann. Þeir reynilega vilja fá svona flot í leikin og það er bara það sem allir vilja. Við viljum ekki að leikur sér sífellt stoppaðu. Klárlega, það er afinu góða. Stefán Hulda kemur ennþá út af og HK spila með 2 menn á línunni. Já, aukt mark gestana eins og þetta er klárlega þess að við verðum að gera þetta til að reyna að finna einhverja glufur á þessari vörn. Egill á línuna, Heimir. Já, þetta er rétt. Þetta er ekki vítakast. Munaði litlu þó. Já, hann Grétar hendi sér inn í teginn og vildi að sjálfsögðu fá eitthvað meira fyrir sín snúð en fekk ekki. Mér fannst þeirra að búið að brjóta á Pálma á undan. En allavega, áfram heldur sóknin. Áfram gakk, Svavar Kári. Egill, finnur ekki leið, Elías Elías í gegn og skorar. Virkilega góð finta hjá Elíasi. Já, Daði Jónsson ósáttur með sjálf sig þarna. Já, þetta er ennþá að blóta sér. Já. Það var það bara áfram gakk.
við erum ennþá að spila með sama byrjunlið og byrjaði leikinn. Þetta hefur gengið bara nokkuð vel, 15 mínútur búin að fyrir hálfleik. En ég held að sé nokkuð að Hákon að skora meira en 10 mörk þessum hálfleik. Já. Mikill hraði í þessu og líf og fjör. Árið, Atse og beint á Stefán Huldar. Dagur Gautason! Aftur verð Stefán Huldar. Já. Vel gert hjá honum. Dagur Gautason stökk inn í teginn og náði boltanum en náði ekki góðu skoti og Stefán varði þetta. Já, Stefán Huldar hefur tekið svona spretti í leikjunum til þessa. Og það hefur kannski verið svona smá munur á markvörslunni að Jóhann hefur verið svona frekar jafn í báðum leikjum. Hún er ekki alveg verið nógu stöðu Hákamegin. Egill og Elías skipta stöðu. Skipta aftur hérna. Svavar, Egill og Elías. Góð vörn og þeir skipta hérna út af og Stefán Huldar kemur inn. Ekkert að gerast í sóknu núna. Frábær vörn hjá Káa. Svavar Kári ára á Daði Jónsson stoppar hann. Svavar var svo mikið að bíða til sendingunni að ég held að hann hafi verið ánar að það hefur brotið á sér. Já. Höndin er uppi. Hvað gerir Svavar? Daði Jónsson stoppar hann aftur. Við erum svo lítil árásagirni í þessum tilraunum. Já, hvað gerist núna? Nú hljóta þeir að fara að skjóta. Frábærlega var í Jóhann Kúkubat. Ég sá þennan í fjær horninu en Jóhann verið þetta. Frábær byrjun á Jóhann Kúkubat í þessum leik. Já, seinni bylgjan, Jón Heiðar, Atse, Sigþór Gunnar missir hann. Andri nær honum ekki. Nei. Gretar Áki gerði vel hérna í baráttunni með Andra og náði boltanum. Það kemur Sigurjón Friðbjörn Björnsson í hægri-hornið. Já, og Friðgeir Elí er þá í skiptunni. Já. Svavar Kári hvílir. Ég segi Sigurbjörn er ótrúlega reyndur og naskur leikmaður. Já. Mjög gott fyrir Háka að geta að leita til hans. Friðgeir sækir á, reynir að finna línu, ekkert á það, hendur sér niður hérna. Gretar Áki. Sjáu þig, Jóhann, skýtur yfir en þeir verja þetta Hákáingar. Ég er ánægð með baráttunni í Hákamönnum. Sigurbjörn fyrir boltan, lendir þetta held ég eitthvað aðeins á hendinni. Og Ingólfur Páll skutlar sér eftir boltaninn, náði ekki við Káa á innkastið en Stefán Rúnar Árnason tekur leikhlé. Já, Sigurjón hefur eitthvað meitt síðan þegar þeir eru vörðu boltan. Já. Þetta var skot hjá Jóhann eða ekki, verður kannski sending? Þetta var sending fram á dag. Sending fram á dag. Alveg klálega. En það er spurning hvort við getum skoðað markaskoruna til þessa. Hér kemur Káa-mörkinu Andri Stefansson og Átsi Egilsson sem markaðist með 3 mörk hvor. Jóhann Kúkubat markvörðurinn knái með 2 mörk. Svo eru Dagur Gautason, Sigþór Gunnar Jónsson og Jón Heiðar Sigurðsson með 1 mark. Svo hjá gestunum, þar er Friðgeir Elí með 3 mörk, Svavar Kári með 2, svo er það Elías Björgvin og Gretar Áki með 1 mark hver. Já, Friðgeir Elí kom sterkur inn hérna í hægra horninu aðan. Hann er komin í skiptuna núna, Svavar Kári fór aðeins út að hvíla og ráður ráðursunum í Jón Gunnar Haukusson. Stefán vil vantilega skerpa hérna á nokkur hlutum. Vörnin svona heilt yfir búin að vera góð. Og uppstiltu sóknarleikur oft búið að ganga vel en svona þó upp og niður. Já. Samt búin að skora 11 mörk á 70 mínútum sem er ekkert til að skamma sig fyrir. Nei, bara mjög gott í rauninni. Þá fáum við eins og segi Ólaf Jóhann í hægri-hornið. Og Andri Snær fór út af Dagur Gautsson í vinstra hornið. Já, eins og Andri er ekki að spila mjög mikið í einvíginu, við erum að kljást við einhver meðsli. Þá er eins og segi mjög gott að hafa Óla og Dag í hornunum. Sigþór sækir á Jón Heiðar út í hornið, Dagur Gautsson í gegn, skorar, frábærlega klárað hjá Degi. Þröngt færi, en strákurinn skorar. Og sjá líka hvað er ánægður með þetta, sá fagnar. Þetta er, ef það er hægt að tala um Káa-hjarta, þá er það svolítið sannarlega til staðar hérna. Já, og í stæðan helgar bara svo gaman við Káa-lið. Þetta er svo svakalega þéttur Káa-pakki í þessum hóp. Það er hárrétt og einn af lyklum að því að það hefur gengið vel í vetur, það er bara þannig. Já, algjörlega. Það er bara ekki spurning. Að koma Háka og Svavar Kári aftur komin inn á í skiptuna, sækir á Elías, á Daða.
Þessi Jóhann. endar í markinu. Já, Jóhann náði þessum ekki. Elías Björgvin með, Já. ég kan bara segja laglegt mark. Jú, hann var sterkur hérna. Ég bjóst þetta við að Daði náði að trufla aðeins meira en hann náði skotinu og skoraði. Vel gert í honum. Þá stillum við upp aftur. Jón Heiðar á Atse. Daði leysir. Dregur vörna með sér. Sigþór sækir á til sama kerfi á hann. Jón Heiðar er ekki að komast í gegn þarna hins vegar. Atse skorar, stekkur upp. Þetta þarf ekki að vera flókið. Játi gerir svo vel þegar hann fær smá pláss. Hann stekkur upp, hefur næga tíma til að svífa í loftinu, horfir á Stefán í markinu og sittar bara í öfugt horn. Þetta er oft ekki flókin íþrótt. Það er ekki flókin ef þú hefur smá vit og hvað eins og þarna, ef þú hefur stökkrættin, getur svifið. Á rétt. Það er meira en að segja það. Jæja, koma hákáingar. Svavar Kári, Sækir á Egill á Daða. Og vel gert hjá Jóhann Kúkubat, en... Vel gert hjá Grétari Ákáð, næri frákastinu og skorar. Já, Ingólfur Páll Ægisson fór inn í horninu, en ætlaði hann að hausa Jóhann, hann tókst það ekki, en hann náði frákastinu á línu hans. Grétar, Atse í gegn, Ólaf Jóhann nær boltanum. Brotið á Ólafi. Ég held að séu engin markmaður sem hatar hér mikið og Jóhann að vera hausaður. Ég myndi bara ekki svona þóra að reyna það. Nei, þeir verið yfirleitt ekki vel við að markmannum, en Jóhann kannski sérstaklega. Já. Sigþór Árni Heimisson kemur inn á fyrir nafna sinn, Sigþór Gunnar Jónsson. Hann stillir upp í skiptunni. Sissi er búinn að skora mjög mikilvæg mörk seint í leikjum þessara liða. Já, sérstaklega hérna í fyrsta leiknum. Sækir á Atse og heppinn að fá þessu skrif. Ólaf Jóhann í gegn og hann skorar! Sjáu þið hvernig hann stekkur inn! Glæsilega! Setur hann undir Stefán Huldar þarna. Já, það þarf rosalega góða tækni í að klára þetta. Hann er svo góður að kringla sig. Já. Það er bara, þetta er bara viss list að geta spilað í öfugu horni. Það er bara þannig. Að kringla sig er mjög vanmetið sagnorð. Já. Sjáu þið Ólaf Jóhann hérna sækir á. Daði er núna hérna hægra megin í vörninni og Jón Heiðar spilar á Elías. Svavar finnur línuna, þeir vítakast. Já, við varði hjá Jóhann Kúkubat þarna en vítakast er það. Grétar Áki sækir þetta vítakast, gerði það vel. Hann er búinn að vera öflugur á línunni. Já, hann er ekki vikið að spila mikið í einvíðinu, kannski einmitt af því að Kristján Otto hefur verið öflugur. En hann er að byrja mjög sterkt. Og það er Ingólfur Páll Ægisson sem að fer á vítapunktinn. Já, Kristján Otto hefur líka tekið víti fyrir það. Svavar kemur ekki ná í marki, Jóhann reynir fyrir fyrsta vítakastið og næri ekki að verja. Nei, vel gert af Ingólfur Páll, hann skorar hérna frekar miklu öryggi. 4 marka munur. Sem Unnur hefur náð að haldast, sem Káa náði þarna strax í upphafi. Já. Þá er skipting á kamerunni hjá okkur. Við þökkum Atla Írnssoni kærlega fyrir kamerustörfin. Fáum Andra Björgvinsson. Mikilvægt starf, kamerustörfið. Já, Jón Heiðar, Atse upp. Jón Heiðar fær boltan aftur. Atse. Sigþór í gegn og hann skorar! Stefán Huldar væga sagt í boltanum en þessi lakinn. Ótrúlega vel gert hjá Sigþór Árna Heimissyni. Stefán Huldar ekki ánæður. Boltinn fór af honum og inn. Ég held líka að menn vissu nákvæmlega í hvaða hreyfi Sissi var að fara að koma í. Já. Þetta er bara svo hratt. Yep. Það er bara miklu meira en að segja að stoppa þetta. Já, og hann alltaf frekar lágvaxinn og menna svona erfitt með að taka ekki utan hálsinn á honum með eitthvað og brjóta ít á honum. Já, Sissi er vel á annan meter. Jæja, HK, Svavar, Egill og Elías framhjá. Ja, eða þá að Jóhann varði. Jóhann hótar skotinu. Já, Heimir, Jón Heiðar ber boltan upp og þetta voru skref þarna á Jón Heiðar þegar hann fann Sigþór. Sálsögur brotið á honum þarna. Sjáðu, Jón Heiðar vissi aðeins upp þessu sökina, hann átti að láta boltan ganga þarna fyrr. En áfram með smjörið. Jón Heiðar stýrir sóttinni hérna. Fær hérna Daða út, sem setur hann Átse og komið Sissi á miðjuna. Það gerir Sissi, aftur Átse upp! Stefán Huldar já. Já, Átse kannski að taka aðeins á mörg skot upp úr engu. Já, hendin var ekki komin upp þarna.
Dagur Gautason, hann fá brottvísun? Já. Þetta fannst mér ekki alveg réttur dómur. Þeir segja þarna að Dagur hafi tosað niður en að sjálfsögðu keyrði Elías bara á hann og keyrði hann niður. Þannig að... En alltaf svo sem hann grípur svo sem utanum hann og rauninni fellur með honum niður hann jú, ég held að svo sem alveg þetta... Já, kannski það. En þeir hafa verið flotti til þess að þeir Arnór og Gunnar dómarar leiksins. Já, sammála því. Það voru aðtekast að sjá hvað HK gerir í yfirtölunni. Já. Alltaf þeir káa niður í 5-0 vörn. Elías komin út af og Pálmi hún í skittunni og Egill hérna. Tryggir Eli upp. Hotni Galóti nýttir sér ekki. 2 mínútur aftur Jón Heiðar Sigurðsson. Ítir hérna á hann Egil. Jón Heiðar spyr hérna á hvað. Jón Heiðar skilur ekkert og hann nú dagfarsbúðu drengur, ég get alveg votta fyrir það. Já. Og ég sá ekki hvað gerist, ég var að horfa þarna á Tryggir Eli. Mér fannst nú Egil svolítið hlæja að þessu dóm. Hann spurði hvort hann hafi bara verið ánægður eða hvort hann hafi líka verið furðulostin yfir þessu. Þannig að Káa núna 2 færri. Í rétt tæpar 2 mínútur. Þetta gæti orðið stór kapli. Já. Nú þurfum við að vera virkilega hreyfanlegir og spila vel. Og skynsamir í sóknir síðan eftir. Algjörlega. En maður stundur sé lið ná ótrúlegum kapla 2 færri. Já. Og eins og sko, maður veit alltaf að það er baráttan og viljinn svo sannarlega til staðar sem alltaf þarf í svona stöðu. En HK í góðu færi núna á að brúa bilið. Pálmi, Egill, Friðgeir sækja strax á út í horni, Svavar Kári, sláinn! En Ingólfur nær frákastun og skorar. Erfitt að... Var það ekki Jóhann hann í horninu eða skautinni slána? Ég held að það var betur slána. Já, þá skiptir Jóhann. Nei, hann hætti við það, Stefán Árnason. Daði kemur út af og Sissi inn á. Og þá er þetta Andri, Sissi, Ólafur og Anse í sókninni. Ég held að það sé fínt að hafa Jóhann í markinu þegar það er svo auðvitað að missa boltan þegar það er svona færri. Að vera öruggir, fá alltaf ekki á okkur beint markinu allan völlin. Á rétt, sjáum að Sigþór reynir að brunna sig í gegn og einmitt sækjum aukvöstin, drepum tíman. Skynsamlegt, Sigþór á Ólaf. Já, megum við að fá eitt aukvösti viðbóð, Andri sækir það vantarlega hér. Já. Vel gert og Atsi gegn skorar! Virkilega vel gert Atsi! Frábært að opna Andri Snær Stefánsson. Þetta held ég að HK-menn hafa verið að bíða eftir að þið flauta aukvöstið, rétt eins og ég hérna. Há losa Andri boltan og Jóhann Brunnar, Atsi myndi Brunnar á þetta skorar. Og losaði á hárréttum tíma og aftur. Vel gert dómarar að stoppa ekki leikinn þarna of snemma eins og maður sér svo. Nákvæmlega, það voru að segja til fyrirmyndar. Friðgeir upp út í horni og Ingólf. Pálmi. Friðgeir í döðafæri og sko... Nei, stöngin! Ólaf Jóhann stoppar. Setur Andra, hann er komin einn í gegn. Skorar! 2 færri, 2-0. Ótrúlegt! Nei, svo 2-1. Þeir skoruðu á hann. HK ekki að nýta færi sín, dauðafæri og nú er þeir sækja rætt, Friðgeir upp á línuna. Vítakast. Og þetta er vítakast. Já, Andri Snær veit upp á sig sökina. Hann liggur eftir að Gretar Áki. Andri hefur kannski farið aðeins í hann. Já, Andri. Beðist afsökunar hann. Annar dagfarsbúður drengur, Andri beðist afsökunar. Áfram gakk og við erum búin að klára þessi yfirtölu núna og hún endar 2-1 eða 2-2. Já, fyrir þessu vítakasti. Virkilega vel spilað á okkar mönnum. Já, og líka bara ánæglega með sko Óli nær frákastinu, hann fer beint í að setja boltan fram. Já. Kloppi. Já, þá held ég að Jóhann Kúkuball fá ekki fleiri víti í þessum leik að reyna að verja. Svavar Ingi Víta Bani er líklegur þá næst. Hann er líklegur til að koma inn á næst. Káa með fullskapalið, þessi kapli var mjög flottur í okkar liði. Frábært gert, HK-ingar, já, má ekki segja bara klaufar að skora ekki úr þessum færum sínum. Já, þetta var svona stöngin í stöngin út, þetta var stöngin út í þetta skiptið hjá þeim. Heldur betur, 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik, 5 marka munur. Gríðarlega mikilvægt að halda dampi út hálfleikinn, klára þetta á krafti. Sigþór, brónir sig í gegn og skýtur framhjá. Þetta var gott færi en Sigþór skaut bara einfallega framhjá. Jæja, Elías sækir á. Ruðningur, frábælega gert. Daði Jónsson sendi ekki fram. Ólaf Jóhann. Új,
Heyrðu, Fær hann ekki aukastið hana? Jú, dæma er, já, 2 mínútur. Þetta er hár rétt. Dagur Gautason fekk sendinguna fram, náði að koma honum á Óla Jóhann sem var rifið niður, kláraði samt færið og fekk aukakast og 2 mínútur. Ég held að þetta er innkast. Innkast, já. Pálmi Fannar fær Brottisund. Já. Og Káa fær innkast. Já, við höldum allan á boltanum. En þetta er svo sem við, eins og við viljum. Þarna, Óli heldur áfram og fær færið. Já. Þetta er bara það sem þeir eru að dæma í dag. Þá eru við nú fleiri. Daði kemur út, Atse á Jóni á línunni, út í hornið á Óla Jóhann! Já! Ólafur Jóhann klára færið og 2 mínútur á Ingólf Pál. Þetta er frábærlega gert hjá Káa, aftur Jón Heiðar sleppi boltanum að hárréttu augnabliki. Ólafur Jóhann grípur hann og skorar í fjæðrátið. Þetta er virkilega stórt og nú er HK í sömu stöðu við áðan. Ingólfur Páll tæpar 2 mínútur sem að þeir verða 2 færri. Já, nú er spurning. Tekst Káa að nýta þetta betur en HK á það? Já. Þeir skipta náttúrulega markmannum út af eins og þeir hafa gert alltaf hingað til, þannig að það er enginn í markinu. Þeir koma núna 5 í sóknina. Já. Enginn á línni, þeir eru núna 2 línumenn eiginlega allan leikinn. Þessi Káa fór ekki að taka markmannum út af í sömu stöðu. Nei. Spurning hvað HK gerir. Það er að segja með þetta útspil. 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Egill, Elías, þeir eru ekkert að sækja og Svavar Kári hérna skiptaði bara út af. Þeir veit ekki hvað þeir eru að gera. Svavar lítur að skjóta. Svavar verður að sækja og fá eitthvað hérna. Daði Jónsson brýtur á honum. Lítur að stilla sig í hendinu, það er ekkert að gerast. Nei. Já, Rauðníkur. Þetta er Rauðníkur á Bjarka Finnbogason. Heimir, Óla Jóhann við á boltan, það er hann ekki. Jón Heiðar, Heimir, Jón Heiðar. Og hendur honum út í hornið en hendur honum út af. Jón Heiðar bjóst aukastinu þarna, ferða ekki. Nei. Þetta er bara í takt við það sem Dómgæslan hefur verið. Já, sammála því. Þetta var óskynsamlegt. Ég hrósaði Jón Heiðar fyrir að senda frábærlega á réttum tíma. Þarna henda boltanum bara út af. Svona er þetta. HK sækja þá. Stefán Huldar út af 20 sekúndur til að fá Pálma inn á. Ekkert að gerast í sókn hins vegar, ekkert að gerast. Þeir sækja ekkert á sinni, engan vilja, þetta kemur hendi líka bara upp. Svavar út í hornið, Friðgeir, Jóhann Ver. Hann flautar ekkert, Jóhann bara ver þetta. Og tekur þá að leiklega HK áður en að skora, áður en skautmetti. Já, líklega náða því. Jæja, HK heldur boltanum, tóku leikli hérna áður, háðan í húsinu bara það mikill að menn tóku bara ekki eftir þessu. Þetta var nokkuð vel leyst hjá HK þarna eftir langa sókna sem að ekkert gerðist. Mér veist nú að þeir hefðu hljótt að geta stilt betur upp, þeir eru þó þessu svona færri, þeir virtust ekki vita hvað þeir átt að gera en... Það var svona munurinn á hvernig Káa gerir þetta, það var reynslan í að sækja brotin, drepa tíman, bolti ekki gekk alltaf í HK og það vantaði að koma vörnina og skrítilega hendingum skríti koma fyrr upp. Já. Jæja, það eru 8 sekúndur til þeir fá mannin inn á HK og þarf að skjóta strax held ég. Ætli þeir ná ekki bara uppstillingu og svo þurfa þeir að skjóta. Það er eitt að falla við því. En já, Friðgeir fór hérna inn í horninu eftir að var búinn að taka leiklið og Jóhann sá við honum. Já, hann fær þetta ekki skráð. En mjög ánægilega hvað Jóhann er búinn að vera góður í þessu einvígi. Já, hann stíga mjög vel upp núna. Hann er líka búinn að vera hrikalega duglegur að æfa hérna uppi í Train Warriors. Þeir eru það Egill Ármann. Já, Egill Ármann sendur honum að sjálfsögðu bestu kveðju út til Spánar. Styrktarþjálfari í Káa, hann pantaði sér utanlandsferða á glóru þessu tíma. Já, óskynsamur Egill þar, eins og hann yfirleitt alltaf skynsamur þessi yndislegi drengur. Söknum hann sér í dag, en aftur sendur bestu kveðjur. Já, höndin er uppi. HK sækja hér. Elías í vandræðum. Ég veit ekki hvað þeir eiga margar sendingar eftir eiginlega. Þeir hljóta þurfa að fara að skjóta. Já, Bjarki. Upp. Hátt yfir. Ekki árennilegt að fá Jón Heiðar og Heimi Árnason hann á móti sér.
og hann sá sér þann kost vænstarinn skjótífið og það fór hann sjálfsögðu yfir. Já, enda báðir mjög hávaxnir menn. Við erum að fara að renna í loka mínútuna í svona leik. Já, bæði lið núna með fullskipa lið. Ég segi ótrúlega mikilvægt að ef við skorum núna, höldum út 7 mörk í hálfleik, þá er að lykilstað að klára þetta. Sammála því. Jón Heiðar, Sissi sækir á Jón Heiðar, skot á gólfinu en Stefán Huldaver sendir fram. Friðgeir Eli, hann róar þetta. Skynsamur róar þetta niður. Þetta HK vill væntanlega reyna að taka langa sóttun og reyna að klára eins mikið að tíma þeir geta. Já, Jón Heiðar ósáttur með sjálfur sig þarna, hann náði nú ekki alveg nógu góð skoti. Æja, 30 sekúndur eftir. Hvað gera HK-ingar? Leysa einn inn, Svavar Kári, Ingi Rapp, Egill, Dagur Gautason kemur á móti og stoppar Svavar Kára, vel gert í honum. Elías, en frábær vörn hjá Atse. 10 sekúndur. Elías, hending bara komin upp. Ingi Rapp með skot. Frábærlega var í Jón Heiðar. Klárir, og vel Daði gert með frábæra vörn. Þetta myndi nú bara á handboltamarkmann. Frábærlega gert Jón Heiðar. Daði með frábæra vörn í lokin og öll káavörnin þar. Sjá það enn einu sem að HK fær hendin upp eftir ráðleysi síðan sóknarleik. Fyrri hálfleikurinn mjög góður að hálfu káa. Já, þessi byrjun bara sko setja tóninn bara og við komumst í 5-0 og þessi munur hefur bara haldist út. HK hefur reynt að koma sér betur inn í leikinn. Káa bara vörnin bara svo klár og til í slaginn. Það ég er uppið að sjá það gerist setna á leik en maður veit aldrei hvað gerist. Og með Jóhann í stuði fyrir aftan, það að sjálfsögðu gríðarlega mikilvægt. Og 18 mörk í sókn gert að kvarta við því og þar hafa Jóhann það bara til fyrirmyndar og þá skulum við renna yfir mörkin. Átsi Egilsnes með 5 mörk, sá er komin tilbaka eftir aðeins 1 mark í síðasta leik. Svo kemur Andri Stað Stefánsson með 4, Jóhann Kúkobat og Dagur Gautason og Ólafur Jóhann Magnússon með 2 mörk, Sigþór Gunnar, Jón Heiðar og Sigþór Árni með 1 mark. Svo erum við að tala hérna á gestunum. Friðgeir Eli skoraði 3 á fyrstu 4, hefur ekki skorað síðan. Svo Ingólfur Páll 1 með 3 mörk. Elías Björgvin og Svavar Kári og Gretar Áki með 2 mörk. Við kannski kíkja aðeins á hvað ætlum við að kíkja á. Bíðum eftir að tæknistjórinn okkar hendi einhvern í gang. Það er tímalínan. Já. Hér kemur hún, eins og sjáum, Káa byggir upp 5 marka forskot strax eftir 7 mínútna leik og þessi munur hefur bara haldist, eins og sjáum, bláa línan er sem sé munurinn á liðunum. Nákvæmlega, við sjáum bara að Káa leggur grunninn að þessu forskoti á fyrstu 5 mínúturum. Já, HK Vísu skoraði 2 svo í röð, minnkaði 5-2. Það er einu sem þau muna 3 mörkum í kjölfarið. Káa hefur haldið 4-5 marka forskoti út þennan fyrri hálfleik. Nákvæmlega. Þetta er virkilega gott. Ég legg til að við tökum okkur nokkra mínútur í pásu hér, fáum okkur vatnssopa og kannski kaffibolla. Býtu, sem kíkja hérna aðeins á eitt fítus í viðbót. Takka fram fyrir höndina og tæknumönnum hérna. Skulum sjá hérna. Hárrétt við þessa tölfræði eftir. 18-12 og já, öll 3 vítin í leiknum verið nýtt. Lengsta markaðurinn að Káamanna er þessi 5 mörk í upphafi leiks. Hefur mest náð 6 marka forskoti. Sjáum svo ekki muninn á lengstu markaþurðinni, hún er töluvert lengri á HK og hún hefur líka verið nokkrum sinnum sem hefur ekki skorað í svona tíma. Þetta er bara allt og dýrt í svona leik. Já, þetta eru fyrstu 6-25 mínútur af leiknum. Sjáum þarna að Jóhann skráði með 5 skot varinn, Stefán Huldar með 7. Já, Stefán Huldar fór virkilega í gang fyrir að leiða á síðari hálfleikinn. Já. Og þá skulum við eins og segja bara kíkja í hálfleik og við komum tilbaka að vörmurspori. Býður kannski eftir því þegar þú verður konið meistaraflokk að hlaupa hérna fram á aftur, skora og sjá allt húsið trillast þegar þú settur hann í netið. Það var nokkuð gaman. Búinn að missa hann inn fyrir. Og Baldur Þorsteinsson skorar! Sá er kaldur! Ég á ekki til orð. Þvílíkt vítakast! Eitriksson. Nei, hann lætur boltan færa og Þorsteinn manna við skot og hann skorar! Þetta var samvinna.
í gegn og skorar! Heimir Halldórsson! Og aftur út og þeir skora KM-in. Það Hafsteinn Jakobsson sem skorar. Til Vandars og færi til Gunnar Már og hann skorar! Og Alfreð í gegn og skorar! Glæsilega gert hjá Alfreð Gíslasyni. Varnar ekki með sendingi fyrir markið og Kjartan Reykvínsson er búinn að skora fyrsta markið. Yfir hans á Filip aftur á Ævar og hann skorar og tryggir KA sigurinn. Það knattspyrnufélag Akureyrar sem bikarmeistari karla í blaki.
Jæja, það er komin aftur í KM-lið, Hjalti minn. Styttist í seinni hálfleikinn. Hvað svona þurfa Háka að gera alltaf að koma tilbaka? Eða það séns, Ágúst? Sko, þeir eru að sjálfsögðu alltaf séns. Menn við skulum ekki gleyma því að K.A. skoraði ekki mark í tæpa 10 mínútur í fyrsta leiknum hérna í KM-linu á laugardaginn síðasta og svoleiðis kafli, ef að Háka nýtir sína sóttina meðan, þá er þetta fljótt að fara, sko. Hárrétt. En KM verður líka að vera skynsamir. Við erum ekki að taka ótímabær skot eins og þeir duttu aðeins í fyrirháleiknum. Já, en þetta eins og sé, sko, Háka lítur að halda áfram að spila með aukamann í sókninni. Það er kannski þeirra besta ráð við 3-2-vörðinu. Þeir hafa ekki verið að finna nógu góða lausnir. Þessi aukamaðurinn hjálpar að það sjálfsögðu svakalega í svoleiðis. Algjörlega, og er eiginlega algjörlega nauðsynleg fyrir þá. Við höfum séð líka margar sóknir á Háka sem þeir hafa bara ekki fundið einustu glufu á vörðinni hjá K.A. Svo ætla eins og sé, Jóhann Kókvart byrjaði leikinn af gríðarlegum krafti. Aðeins dottið niður þegar líður á fyrirháleikinn. Mjög mikilvægt fyrir K.A. að hann haldi áfram að verja. Á rétt, ég verði að gera allt klárt. Magnús Sigurólafsson er að loka hurðinni hérna, það þurfti aðeins að lofta. Hversu gaman er það að við sko með hurðina til vinstri í salnum galopna. Við erum farin að opna aftur gömlu hurðina sem við löpum út hérna, sko góðæri var eins og kallum það Gáa. Ég held að við séum bara að stimpla okkur inn aftur sem stórveldi í handboltanum. Já, við getum vonandi lýst því yfir hérna eftir hálftíma eða svo. Þá þurfum við ekki að klára það og lýsa því svo yfir. Allavega umgjörinn upp á 10. Já, það verður að segjast og segja að aftur Rósa Hankrandsdeild K.A. frábær umgjörð hér í kvöld og í allan vetur. Algjörlega. Seinni hálfleikur farin af stað. Háká kemur í stað í sóknina. Freista þess að minnka muninn niður í 5 mörk. Bjarki Finnbogason er komin hérna í vinstra hornið. Sömu menn fyrir utan og áðan Ingi Rafn er núna vinstra megin. Svavar Kári á miðjunni hins vegar, þannig er aðeins svona að breyta til. Áfram með 2 línumenn. Ingi Rafn fer upp, sendir hann þetta til liðar á Egil. Sissi náði að stela boltanum, en nærði ekki alveg hérna skiptaður út af. Ingi Rafn Egil fyrir út af, og hérna kemur slökk sending. Svavar Kári fær ekki aukakast. Dagur sjáði Daða fram. Jón Heiðar skynsamur. Heimir, Sissi. Þetta leið Sissi og fær aukakast. Við það að fá vítakastið, en ég held að það sé rétt að vantaði hársbreyt upp á. Þetta hálft skref. Þá kemur Háki Hatsi aftur inn á. Þetta hálfa skref er kannski rosalega stórt hjá Sissa reyndar. Mjög góð punktur. Sissi áfram hérna í vinstri skiptunni, Jón Heiðar á miðjunni og Hatsi úti hægra megin. Ólaf Jóhann og Dagur í hornunum og Daði á línunni. Sissi kemur á þetta, setur hann á. Það skiptir það sjálfur. Skorar! Kloppar hann að Stefán Huldar í markinu. Við heldum eiginlega að hann ætlaði að senda boltan, en hann kláraði þetta bara, Sissi. Ég var búinn að lýsa því að hann var að fara að senda boltan. Já, og þetta undan þeirri samtík og styrjum svo oft áður. Það verður þetta rangt fyrir mér þessi tilfelli, en hvað er það? Fyrsta mark seinni hálfleiks. Sigþór Árni Heimisson. Ég segi, K.A. hefur oft ekki náð að klára leik, að gera út leikinn í vetur. Það er bara nokkuð mörk í viðbót og þá myndi ég segja þessi leikur sé úti. Já. Boltinn út í hornið. Svavar Kári. Ingi Rafn. Ingi Rafn með hörkuskot. Já, stöngin Jóhann og inn. Þannig voru dómarinn bara alltaf lengi að flauta. Heimir vildi náttúrulega sjálfsögðu færi sókn að taka sinni bylgina. Ánægðan með Gunnar Óla dómara, hann brosti þarna og svona kinkaði kollegi svona vissi aðeins upp þessu sökina. Það er eina viti dómurum. Það er ekkert leiðilega heldur en að koma með pyrring þegar menn enda einhver svona smá í þá. Jæja, þá stillum við aftur upp. Daði út, Atje. Sigþór sækir á, Atje í gegn. Og Stefán Huldar verið hætti vítakast. Já, og Stefán Huldar skipti það út af. Hann dæmdi þarna á hotnamannin, hann Bjarka Finnbogason, hann var kominn inn teginn í hálfbröðurna. Já, vel gert og Andri Snær tekur vítið. Átse var eitthvað að höndla boltan hann, en hann klikkaði vítið mitt hér í KM-milinu undir lok fyrsta leiksins. Andri hefur tekið vítið síðan. Og nánast nýttu öll, held ég. Hann hefur skorað um öllum, 4-4 í sísta leik og 1-1 til þessa. Alls ekki er að velja að verja Sigurjón kominn í markið.
Og hann skorar! Gólfið sláinn inn. Frábært mark, Andri Snær Stefánsson. 7 marka munur. Háká heldur að sjálfsögðu áfram að taka markmanninn út af aukamann í sókninni. Þetta er að virka hjá þeim en ekki nægilega vel. Þeir verða að loka vörninni ef þeir ætla að brúa bilið. Á rétt. Svavar Kári, hittur hann að Egil. Það er ekki alveg að grípa boltan og vel hann að Davíð brýtur á honum. Elías. Þetta er Ígir Rafn. Já, Ígir Rafn fyrirgjöf. Og Svavar Kári. Sækir á, yfir á Ígir Rafn. Og slögg sending. Sjáðu Sissi. Sissi nærunum, alla leið. Á Dag Gautason. Já! Mark, sjáu þið Dag Gautason stekkur í gegnum allan teginn. Virkilega vel gert, Sigþór Árni Heimisson stelur boltanum fyrir Dag. Þau eru ekki ánægðir með Sissa. Hann á bara að gera það allt sjálfur ná boltanum. Sjáðu stemningun í K-liðinu núna. Flestir hefði farið upp og klárað það sjálfur. Nei, hann sér Dagsa kannski aðeins meira jafnvægi og setur boltan á það. Vel gert hjá Sissa þarna. Og þrefalt faðmlag hjá Sissa, Degi og Heimi. Frábær stemning í K-liðinu. Eðlilega 8 marka munur og frábær stemning hérna í K-heimilinu. Já, Svavar Kári, setur hann Ingar Rafn Ingi, finnur línuna og gerir vel. Pálmi skorur á línunni. Já. Heimir, alla leið, Heimir Árnason skorar! Heimir! Frábærlega gert hjá gamla manninum! Hvað hefur Heimir Örn Árnason gert þetta oft í gegnum tíðina? Hröðmiðja, keyrir á þetta og skorar með mann í bakinu. Bara komin í gegn, frábært skot þarna. Vel gert Heimir Örn Árnason. Sko, haldir það í hvað hann er að gera mikið fyrir K-lið, það unga K-lið. Já. Hversu mikið erum við að læra af svona ótrúlegum kappa. Hann er ennþá samt einn besti varnarmaðurinn í deildinni, skulum ekki glemma því. Bara á landinu myndi ég bara frekar að segja. Hvað gera Hákangar? Svavar Kári skipta út af, sendur út í hornið og áfram með leikinn. Daði. Þetta hagnaðarreglan hana. Já, hagnaðarreglan, já, árið. Svavar, sjáu! Dagur Gautason stelur þessu, einn í gegn. Dagur skorar! 23-14. Káa er að ganga frá þessu hérna í upphafi seinni hálfleiks. Frábær vörn, Dagur Gautason stelur boltanum allan upp og afgreiðir þetta 9 marka munur. Vá. Sko, ekki mínum viltustu draumum var þessi staða komin upp. Heldur betur. Jæja, hvað gera Hákamenn þá? Þeir virðast reynilega ekki eiga nein svör enn sem komið er, það er bara þannig. Það er bara svo erfitt að koma inn í þessa Káa stemningu. Frábær vörn, Jón Heiðar Sigurðsson ver skotið þarna. Svo Káa ekki tapað leik í K-heimilinu í deildinni og þessu umspili. Þetta er bara víi eins og við þekkjum það. Nákvæmlega. Háká sækir, enginn í markinu að skipta þeir þessar út af. Frábær vörn, sjá þeir hreyfanleikann í vörninni, hending kemur upp, línusending, Jón Heiðar fær held ég olboð þarna í hausinn. Já, hann er sárkvalinn. Jón Heiðar hristir þetta af sér, sýnist mér, en fekk hérna högg á eyrað hausinn. Já, Pálmi gerði vel hérna, beigði boltanum, náði frákast til að skora þeim. Það er að lægi með Jón. Stefán gaf honum merki og spurði hvort það væri að lægi með hann og Jón Heiðar segi já, ég held áfram. Ég held ekki að þurfi ansi mikið svo Jón Heiðar farið sjálfur út af sko. Það er bara þannig. Það er hárrétt, mikill keppnismaður og sjálfsögðu gríðarlegur káamaður. Jón Heiðar sækir á frábært sending, Daði Jónsson! Frábært mark, Jón Heiðar Sigurðsson! Frábærlega leyst þarna og Daði Jónsson klárar af línunni. Sko, bara þvílík spilamennska hjá K-liðinu í dag. Frábærlega gert, Jón Heiðar Sigurðsson fer þarna strax á Hákós og vörnina og leysir þetta vel og Daði klárar. Níu marka munur aftur. Háká verður að gera eitthvað róttækt til þess að koma sér inn í þennan leik. Ég held bara að það
Það getur ekki Við erum bara að gerst. spila allt og vel. Sjáðu hérna Dagur Gautason. Dagur stelur aftur aðleitt fram. Dagur Skorar 10 markamunur. HK á sér ekki viðreisna von gegn þessu KA-liði sem er algjörlega frábært hérna í dag. Fullt KA-heimili, frábær stemning. Þetta er Og svo... Olínsdeildin er í augsýni, leifum bara að segja það. Ég veit ekki hvort maður eigi að segja að sé bensínlíkt í loftinu, það er kannski ekki alveg nógu gott. En Reykingabannaður innan dyra sem betur fer. það er eitthvað í loftinu. Elías komir inn á, Jón Heiðar kemur út. Elías sækjar á Heimi, sendir yfir. Bjarki á þetta, setur hann að Elías. Elías, Frábær hjálpavöldnar í Ólafi Jóhanni. Algjörlega til fyrirmyndar, vinnuframlega manna í vörðinni. Og nú sjáum við það að HK skiptir ekki markmannum út af. Sigurjón er bara komin í markið. Já. Elías sækir á. Sendingin frábúðar, Heimir Árnason stelur boltanum. Setur hann á Jón Heiðar. Setur Bylgjan, hvað er Heimir eiginlega? Það er ekki að koma með. Sigþór. Jón heppinn á að gera svo skref þarna. Sigurjón varði vel. Já. Ætli Sigurjón nokkuð að loka markinu. Hann þarf alltaf að loka því ansi vel ef að HK kom tilbaka. Há rétt, en aftur hann ráðleyslu sókn hjá HK. Nú er vörnin í essinu sínu. Jæja, það gera Jón Gunnar tekur leikli. Loka leikli HK í þessum leik. Já, ekkert annað í stöðinni. Jón Gunnar Vigfússon verður að gera eitthvað hérna til þess að ná eitthvað út úr þessu leik, en það er... Það tegur þetta bara hellist tíma að vinna upp tímarka fórskot, þannig að já, það er nú eða aldrei að messa eins yfir mönnum og reyna að finna eitthvað nýja leiðir. Og nú er hann búinn að skipta markmannum sem inn á og ætlar ekki að setja tvo inn á línuna, en það hefur sóknarleikurinn verið þannig, hann hefur búinn að vera það slakur að KA hefur komist hratt upp trekk í trekk og þá er erfitt að koma sér í stöðu. Algjörlega. Svo kannski aðeins renna við mörkin, finnst við höfum tíma til þess. Já. Andri Snær Stefánsson og Dagur Gautason báðum er Andri Snær, Dagur og Átsi allir með 5 mörk. Svo er Jóhann Kukobat, Ólafur Jóhann Magnússon og Sigþór Árni Heimisson allir með 2 mörk. Svo er Sigþór Gunnar, Heimir Örn og Daði Jónsson og Jón Heiðar Sigurðsson allir með 1 mark. Hjá gestunum þá er þetta svona Friðgeir Eli og Ingólfur Páll með 3 mörk. Elías Björgvin, Pálmi Fannar og Svavar Kár með 2 og Grétar Áki líka. Og Ingi Rafn með 1 mark. Heldur betur, það var nú gaman að fá áhorfendatölurinn og KA-heimili kvöld. Það er þétt, setjum bekkurinn, svalirnar tróðfullar líka. Við sjáum svalirnar hérna, svalirnar eru tróðfullar sko. Er þetta Jó Einars á hjólinu þannig upp í Rjári eða? Bælið þessu, hann er utan hóps. Hann er það bara í besta sætinu, þetta er mjög gott hjól. Besta sætinu í húsinu og hjólar og nýtir svona aukaæfingu. Steinsson Freyr úr fótboltaliði KA stendur í honum og horfir á. Ég sé hann heldur á síma, hann sé að livestreama á móti KA TV. Jæja, en að koma HK í sóknina. Línusending, Gunnar Slögg. Hann var kominn hérna innan Arnþór Ingi á línuna. Aðeins að grípa hann á bolta. Kemur nýrinn í hópi hennar leik. Sigþór Heimir í sókninni, vill taka tilbyggina. Sigþór sækir á. Við það að stela boltanum hann að Heimir út í hornið, Andri Snær í vitlaus horni og skorar samt í nærhornið. Andri Snær Stefánsson, frábærlega klárað. Og Heimir Örn með lykilsendingu stóðskiptaðan út í horn. Vel gert hjá Heimi, sjáðu ég allt opið hérna, aðra meira endar. Friðgeir Eli, Stöngin, Friðgeir, þetta er stöngin út í HK í dag. Það er ekkert að falla með Kópavogsbúnum. Nei, leiðilegt fyrir HK hvað það hefur ekki verið þeirra dagur. Já, ég segi kannski ekki leiðilegt fyrir HK, sagði fyrir HK. Hálf rétt hjá þeirra að það er ekki neitt að ganga upp hjá HK hér í dag. Og auðvitað fyrir leikinn, bæði leikmann og fleiri stór þokkur í þeirra hóp. Og það var eiginlega strax í hvað ljóst hvað stemdi. Jón Heiðar brennir að prjóna sig í gegn. En sko, þetta er rauninni sko, það var líka svona stelpur. Þá mættust KA Þór og HK í risaleik hvort liðið myndi vinna deildina. Og KA Þór valtaði við leikinn. Á rétt. Sjáum það að þeir eru komnir í 5-1 völd núna. Þeir taka Sigþór Árna úr umferð. Það er leikskýrslan að gera leik og vitlaus. Öndir komin upp hérna. Nei, ok. Það er Ársæll Ingi sem tekur hann úr umferð. Ásakið, Dagur Gautsson.
Jón Heiðar dettur auglýsingaskiltin, allt í lagi, Sigþór missir hann. Ekkert dæmt þarna, hvað er að gerast? Bolti dæmdur ákvæður svo. Leiktöf. Auglýsingaskiltin hafa fengið svolítið að finna fyrir því. Frábær vörn, Dagur Gautason og Jóhann Kúk. Vítakast og hvað gera þeir? Það er bara víti. Nei, 2 mínútur á Dag Gautason. Já, ég fannst nú Gunnar Óli ekki vera heila sammála þessu. Nei, Dagur hérna. Arnór Jón. Vel tilbaka. Arnór Jón var á þessu, dæmdi þetta. Já, það kemur Svavar Ríkir Sigmundsson inn á Svartur Kóngur, oft kallaður mikill vítabani og hann á hér að verja frá Ingóri Pála Ægisinni. Hvað gerir Svappi hér? Ingóri skorar. Já, vel gett hjá honum. Setur hann í klofið á Svappa. Ég tók eftir því fyrir áleika Svappa og strax að hita upp þegar Jóhann fekk á sig markið og setna vítinu. Hann langaði greinilega í næsta. Já, þurfti það að bíða smá tíma. Á tímarkomunur. Jæja, hvað gera þeir hér? Daði þarf að fara út af. Fer ekki að trommunda þetta skiptið. Nei. Þá fáum við hann Einar Birgi Stefánsson á línuna. Einar danski oft kallaður í hópnum. Hann skoraði 1 mark í síðasta leik. Já. Hér kemur hann með. Atse, Sissi. Atse, laus. Góttið fyrir Atse, frábær skot Atse Egilsnes. Þetta er leikmann sem má ekki fá svona skotfæri. Kom bara þessu bara upp í samskiptin. Þeir verðin ekki þarna. Aftur 11 markamunur. Káa þó manni færri. Sjáum hvernig gestirnir nýta sér það. Jæja. Hér kemur skotfæri fyrir Geri. Það er varið af Jóhann og Sigþór Árni nær frákastinu. Staðan virkilega góð fyrir okkar lið. Heldur betur. Jón Gunnlaugur reynir að keyra, stappa stálun í sína menn. Eins og þeir, sko, þeir hefðu enga þar fyrir innan leik og hvað þá núna? Þeir hefa alltaf vinna þessari stöðu. HK, ef þú ætlar ekki að taka sensa núna sem leikmaður að koma á, þá veit ég ekki hvenær. Rétt, það er nú bara erfitt gegn þessu K-liði sem er að spila frábælega. Ekki dæmt hérna. Nei, eins og sjá, Andri Snær er í vinstri-horninu. Já, nú fyrir alveg að koma leiktöf. Já, hann er gefið hendinu upp. Já. Atse, Sissi, skítur. Slána. Já, boltinn fram. Ólafur Jóhann fær boltinn í bakið. Andri nær hann svo öndalum. Þarna meiðist Ingólfur Páll lendir hérna á Atse. Já, þetta er ekki verið gott. Ég held að hann hefði ekki högg framan á hnéð. Þetta lærið. Hann haltar einn tilbaka, það verið styrra lagi með hann. Ég held að hann hefði ekki högg á lærið. Það var vont núna, en vá hvað það verið vont á morgun. Já. Hann heldur áfram. Frábær vörn í Ólaf Jóhanni, tók hann á bakið þarna. Ég held að hann hafði ekki haft hugmynd hvað bolti var. Daði komir aftur á línuna. Kemur hérna út, Atse, Jón Heiðar, Sigþór Árni, sækir á fínu vörnana hjá Arnþóri. Já. Gunnar Óli stoppar hérna leikinn. Einhverjum ástæðum. En þá ræðum við Daði, kannski Daði enn að spyrja um trommurnar. Hann fekk eins og segja það rautt í síðasta leik, fór beint upp á trommur sem Káa og ætlaði að tromma eins og villisingur. En var stoppaður, enda að segja reglulega það að hann megi ekki taka þátt í leiknum. Já, má ekki taka þátt í leiknum með að hafa neina áhrif á hann og það er náttúrulega ef hann er að kalla inn á og öskra á stuðið sitt lið þá er hann að gera það samkvæmt ströngustu reglum. Já, hárrétt. Jæja, hann fekk ekki leyfi til að fara upp í stúku strax. Nei, við klárum hérna leik. Missir boltan hérna. Já, ekki alveg nógu vel gert þarna. Sjáðu Ólaf Jóhann trakkar tilbaka og vinnur hann vel. Bjarki, Já, Gunnar Óli stoppar hann leikinn. Virkilega vel gert þarna að fara tilbaka og stoppa þessa sókn. Já, þetta er líka til því fyrirmynda sko, í þessari stöðu myndir við ennþá með huga við verkið og brunum tilbaka og stoppa þetta. Hárrétt. Síðan hálfleikur að verða hálfnaður. Sjáu þið vörninni á Káa, frábær reyfaleg. HK veit ekkert hvað er að gera. Engin óknum, hérna kemur þó línusendingin.
opna hotni gengur ekki. Nei, nær honum ekki þarna. Arnór Ingi kemur honum út í hotnið en sendingin ekki alveg nógu góð. Þá kemur Heimir loksins inn á. Ekki vestna vörnum mikið við það. Nei, en nú lítur að sittast í hendina. Friðgeir upp og frábælega varið Ómar Kúkubat. Já, áhugaverð tilraun hjá Arnór Inga þarna. Já, sjáðu Heimir keyrir seinni bylgjuna. Prófa hérna aðeins niður, Daði og Andri Snær á línunni og þá kemur Heimir bara út af. Jón Heiðar á Sissa, Sissi, gefur sér Setta leið í stöngina! Óheppinn Sigþór Árni. Og hann liggur eftir. Já. Það þarf yfir svolítið til þess að Sissi liggi eftir. Verið Íslandsmeistari í backpressu. Já. Úlinga. Kórrétt. Sko, oft er talað að menn séu sterkir á vellinum, sko. Sissi, sko, vægast að bókstaflega sterkur á velli. Einhvern fallegasta brjóðskapin í deildinni og þó við að vera leitað. Við sjáum það að Stefán Árnason er að kalla hérna á Sissa. Segja hann að skipta. Hann heyrir hennilega ekkert í honum, það er svo mikið læti hérna í húsinu. Þetta er bara nákvæmlega sem við viljum, Kámeli síðan. Það er bara þannig. Á ekkert að heyrast í þjálfurunum þegar hann að kalla inn á. Ég gleymi aldrei Evrópuleik K.A. Stoja Búkarest þegar Stoja færði leikliðið sitt inn á miðjuna svo þið gætu tala saman í leikliði. Atsi missi boltan hana, Elías fram á móti Jóhann og skorar. Já, ég vil nú samt sjá K.A. halda áfram og klára þann leik að skynsemi að tvissununni röð sem að við höfum hent boltanum frá okkur. Já. En það er þó 10 marka munur. Já, þetta er... Það þarf allavega mikið að gera svo við missum þetta niður en ótrúlegustu hlutir hafa nú gerst í handbolta. Við fögnum engu ennþá. Jón Heiðar, Sigþór Gunnar kominn aftur hérna inn á, kemur í vinstri gítuna, Dagur í horninu. Jón Heiðar, Dagur. Sigþór Gunnar, Átsi upp með þeir drengur. Skorar! Dauðafæri kominn langt inn fyrir punktalínu. Og hann skorar bara svona færi með þessi drengur. Ótrúlega góður. Elías sækir á og skorar Heimir og svolítið með sjálf á sig. Var aðeins og seitt. Átt að sjá áhlaupinu þarna hjá Elías. Og talandi að vera ósættur við sjálf á sig. Jóhann Kúkubat var líka í þessu bolta, var ekki sáttur. Nei. Og er ennþá að... Já, ég sá líka Heimir baðan afsökunar á því hvað hann var lengi að snúa sig við þarna. Já, það er gott að menn hafa metnað til þess að klára þetta. Ég syns nú vera auka mark hérna á töflunni í salnum. K.A. Tífi sá sig með þetta rétt. Sjálfsögðu út í horni Dagur Gautason. Barbarsinski. Barbarsinski. Dagur Gautason. Honum að setjabylgja sé ekki að fylgjast með þessu. Ég hugsa að Tómas Þórðarsson sé að fylgjast með, ég lofa því. Ef maður þekki Tómas rétt þá er hann líka að gera það. Hann þarf að undirbúa sig fyrir næsta vetur. En Magnús Sigurólfsson er búinn að laga klukkuna hérna. Skeleggur á klukkunni, okkar maður þar. Hann ást ekki frá að stila í teimi á Riddaraborðinu. Rándýrt teimi. Ákvæðingar stila upp. Frábær vörnana Dagur og Daði. Elías kemst ekkert í gegnum þá. Nei, það er samt búið að vera mikið líf í Elíasi núna síðustu mínútur og fara svolítið fyrir því að Háka sé ennþá að sækja rauninni í þessu. Einmitt. Egill kemur með glórulausa sendingu. Egill Björgvinsson hendur honum út af. Heimir og Jón Heiðar keyra hérna upp eins og stundum áður. Sigþór út í hornið á Dag en... Fínt, rómum það niður. Heimir er alltaf svo hikandi að skipta út af, hann langar svo að spila sókna líka. Það sem maður skilur það. Já, kallinn heldur hann það gett tímabili Ólís sem við komumst upp. Það sem ég myndi vilja það maður. Ég held að sé svona 190 mörg líkur að því. En gleymum því samt ekki að Heimir er líka einhver besti dómari landsins og það var líka vanta dómara. Það væri svo sem hvað sem hann velur þá verðum við heldur bara ánað með það. Höndi komin upp. Jón Heiðar í gegn og þetta verður varið á Sigurjóni. Sendingin fram. Andri Bruna tilbaka, það er ekki nóg og Bjarki framhjá. Þetta er ekki Dagur Háká. Nei, þetta var Bjarki Finnbogason komin einn í gegn þarna en skaut bara einfallega framhjá. Stefán Rúnar Árnason tekur leikli. Sjáu þið Heimi Árnason. Strákar róið ykkur niður. Og ekki drugl núna. En já, líka gaman að því það er
mikið áhorfanna leik, kannski eðlilegt, þetta mikið undir í segi. Egill Ármann á Tenerife að fylgjast með. Já, ég held að sé með alveg fullt af fólki með sér með þessa. Og svo þetta Aðalsteinn Halldórsson sem við verðum að skrifa á heimasíðu KA fótboltaleikina. Hann að horfa beint frá Mexíkó. Gerir aðri betur. Var annars þar. Bestu kveður á hann líka. Vonum að hann njóti lífsins í suðurana hitanum. Hótelstjórn og það skilið. En hér eins og að gríðarlega hitt í KA-milunni. Það alveg eins og þá að vera. Nákvæmlega. Það líka gaman að sjá hérna, ég myndist á þann á fjölskyldustemninguna. Það hálft fótboltalið, Pepsi-deildalið KA sem að fara að spila sem fyrsta leik í Pepsi-deildina á laugardaginn. Mætt inn í stúkuna, styðja sínu menn áfram, sumir gulir og glaðir, eru með veifur og hvetja sitt félag áfram. Já, og þrefaldir blagmeistarar eru líka hérna. Heldur betur búin að sjá þá líka hérna út allt og stelpundar sjálfs í meistarunum með KA Þór. Svo þessi fótboltasumar að fara að byrja. Það kynningakvöld á leikmönnum KA í kvöld kl. 9. Þannig ef að þið getið drífið ykkur á það, áhorfendur. Á rétt. En þetta er komið aftur að stað hérna. Já, 11 mínútur eftir, nú er bara að klára þetta. Og klára þetta með stæl. Jæja, Sigþór Gunnar, Átsi, öfumegin. Hann rennur þarna og næri ekki alveg nógu góð skoti. HK sækir hratt, út í hornið, Arnþór. Og Jóvan Kúkubatver. HK sækir aftur, Egill skorar hérna. Já, vel varði á Jóvan hérna áðan en HK nær frákastinu og skorar. Ég er svo mikill svona tölfræði gæi, ég myndi elska að við myndum halda út þessu 10 marka forskoti og vinna með 10. Já, ég er sammála því. Það er ákveðið statement líka að taka svona úrslitaleik 3-0, ekki bara 3-0 í einvíðinu, heldur líka stórsigur í síðasta leik. Já. Algjörlega, en svo vitum við þetta líka sjá menn eins og Einar Loga og Elvar Halldórsson fá að spila. Heldur betur. Og svo var í markinu. Sjáu þið sirkusmarkið! Nei, ekki dæmt hérna. Ingólfur nær honum. Og skorar! Vel klárað. Ingólfi. Var hérna í litlu jafnvægi en sneri bolta samt framhjá Jóvan Kúkubat. Andri Snær, ef hann hefði verið aðeins sneggri að snúa sig við, hefði hann hugsaði að náða að klapsa í boltan. Já, en nú sjáum við það að við erum svona kannski aðeins að missa fókus. Já, það er svo sem kannski vill nú oft gerast. Sirkusmarkið er allt oft í þess. Já, þetta vill nú oft gerast í svona stöðu að menn fara að gera hluti sem kannski ekki alveg vanar að gera. Nei, en ljáðum hver sem vill. Það er gaman í KA Millinskvöld og þannig á það að vera 10 mínútur eftir. Sigþór Gunnar sækir á. Það er aukakast hérna og þetta er nú. Þetta er ljótt að sjá. Það er hérna gott. Þetta séu 2 mínútur. Þeir eru að ræða samkvæmt að ég var kannski meira. Ég held að 2 mínútur sé alveg nóg. En hvað gera þeir hér? Gunnar og Arnór. Og Arnór, já. Arnór er fyrrum markmaður í handboltanum. Snýr sér svo á dómgæslunni. Það myndur, já, ég held að segja hárrétt. Það hefði verið mikið að taka meira en 2 mínútur á þetta. Árni Björn kemur hann inn og hlúir að Sissa sem er í góðu standi, heldur áfram. Já, eins og Ársæll fær 2 mínútur hérna. Andri Snær fyrirliði kallar hér á stuðningsmenn að vilja heyra meira í þeim. Heldur betur. Stemningin búið að vera frábær. Kannski eðlatáttinn aðeins niður. Það hefur verið minni spenna í leiknum. Já, menn að spara sig hérna fyrir lokakaflan. Þetta eru væntanlega síðustu mínúturnar sem að vera að spila rauðstímabili hérna í KA-milinu. Það er alltaf mikið til svo verið ekki. Það er að segja í meistaralóknum. Átse! Úr stöngina. Andri Snær frákastinu. Andri Snær í gegn. Og skorar, sjáuði markið á Andra Snær Stefánsinni. Tekur hann lausan upp í fjær. Við vitlis á hotni, annað markið hans á hotnur er það ekki hérna megin. Jó, annað markið úr hægra hotninu hjá honum. Frábærlega gert, Andri Snær, Atsemi skotið í stöngina. Níu marka munur. Andri og Átsi markaðist með 7 mörk að KA hér í dag. En þetta er ekki búið. Andri stoppar hann Ingólf. Og nú er Bjarki Finnbogason kominn á miðjuna. Af hverju er handbók ekki 3:45? Ég er svo gaman að það er stemningu, ég var til að vera miklu lengur hérna. Já, sammála. Elías missir boltan frábært, Dagur Gautorsson í völlinn. Skorar!
Sjáu þið strákbuttan. Fær koss frá Jóni Heiðari. Og það var alveg skilið. Heimir Örn kemur líka og hann fær smá glús. 7. mark frá Degi Gautasinni í dag. Frábær í dag í vörn og svo. Þetta er svo fallegu dagur. Vel orðað. Stemningin er að taka við sér aftur hérna heldur betur. 8 mínútur eftir. Ég held að, þetta er rosalega leiðilegt að þurfa að spila þess 8 mínútur þegar þú ert svo mikið undir og þetta er búið. Það er erfitt, hérna Elías í gegn og vel gert í honum. Elías heldur áfram, hann með eiga það, mikið kraftur í honum. Eru mjög öflug leikmaður. Vel gert í honum, sjáðu Heimi, sækir ás, finnur Daða, Daði í gegn og fær vítakast. Sjáðu Heimi, finnur Daða þarna skynsamur, Daði, víti og 2 mínútur. Daði Jónsson, iðnaðarmaðurinn á línunni. Frábærlega gert og Andri Snær á vítalínuna, það er nú að segja. Andri Snær er búinn að skora úr 2 vítum til þessa í þessum leik. Hvað gerir hann hér? Ég spái lausum haus. Já, það er þannig. Ég spái því. Þú þekkir hann? Nei, ég þekkir ekki leikinn. En Andri Snær skorar, frábærlega gert á fyrirliðanum. Böndin er það eitthvað rofnað þegar Andri flytta heimann. Andri markasti með 8 mörk. Ég held að sé 11 marka munur. Okkar tölfræði segir það allavega. Já, mér syns Maggi aftur hafa sett auka marka á HK. Hann vorkenni en kannski Maggi Sigurðarla, frábær maður hann Maggi en... Ja, við sjáum til. Þeir eru að fara yfir þetta á borðinu. Já. Þannig sækir HK, Artur, missir boltan, Dagur Gauts og stelur honum. Dagur, allaveg fram. Andri með honum, Andri kemur hérna. Frábær sending, Andri skorar! Sjáðu vörðinu þess verið á Degi Gautasinni. Vinnur boltan og finnur síðan Andra. Algjörlega til fyrirmyndar, bara gjörsamlega frábær leikur í KR-liðinu. 32-20 og standa allir upp. Ég fæ gæsa hún hérna áhverjandi standa upp, það eru 7 mínútur eftir. Sjáuði, Jonni Magg stendur upp og tekur gamla góða stemningsrappi sem tók sér alltaf sem leikmaður. Þetta gerir sér starfmaður B í dag. Þetta er svo frábært. Frábærar senur hérna í K-heimilinu. Vítakast og 2 mínútur á sérstakunnar. 92 á Sýþór. Og það er partí í K-heimilinu, þið heyrið það alveg. Albatross komur í gang. Já. En sko, hversu geggjað er það? K.A. byrjaði aftur frá grunni í handboltanum fyrir þennan vetur og við erum að fara upp í deildara bestu og þetta er, sko, liðið okkar er búið að vera frábært, því líka stigvaxandi allan tímabilið. Þetta er stemningi, fólk er dansað af pöllunum. Heldur betur. Hversu mikið? Það er líka hægt að byggja á þessu fólkinu hérna innan úr. Það er það sem er lykillinn að þessu. Ingólfur skorir hérna, en eins og ég segi, fólkið hérna, þessi stemning hérna, vinnur svo vel fyrir hvort annað. Það er sjálfsögðu lykillinn að þessum árangri. Já. Og það sé hægt að byggja upp hérna heilt handboltalið. Hlustið bara, svo aðeins bara að leyfa fólki að eiga hljóðið. Við verðum að lýsa þessu. Einar Logi Friðjónsson prjónar sig í gegn, hann og Elvar Halldórsson. Einar Logi gömlu mennirnir í liðinu. Einar Logi varð Íslandsmeistari með KA 2002 og bikarmeistari 2004. Hann þekkir þessa stemningu ansi vel, leiðist það bara ekki að vera að taka 1 tímabil með KA hér að þið minnsta. Hann elskar líka að skora hérna, kallinn. Vel gert hjá honum. Hann og Elvar Halldórsson komnir inn. Spila bæði vörn og sókn núna. HK. Ingólfur í gegn og skorar. Ingólfur er búinn að vera í flotta leik. Mjög vel í dag en Ingólfur. Hann er bara að skora 7 mörk. Já, búinn að taka bæði víti og vera síðan öflugur hérna í hóndunum. Já, algjörlega. 5 mínútur eftir. Einar Birgir kemur á línuna. Æja, S.A. var komin í markið líka. Já. Ég held að vera ekki lengi án til að Elvar Halldórsson tekur jafnfætis upptök og skot. Sammála því, hann langar sko líka að skora mögulega síðusti leikurinn hans á ferlinum. Sjáum til. Það er erfitt að hætta í svona stemningu. Þetta var ekki gott. Hald skorar á gólfinu. Það var annarkot á gólfinu, uppstök á báðum. Við höfum séð þetta nokkuð sem áður.
Af gólfinu í Sjáu fjær. þetta. Það er svo gaman að sjá stemningu líka innan liðsins. Þetta eru strákar sem eru að spila upp yngjörflokkana bara frá því í einhver 20 ár líku við. Þetta Frábær er svo stemning. frábær. Frábær Einar Birgir. Einar Danski. Geggjuð vörn. Þetta er svo gaman. En jæja, hvað gera HK hér? Vilja vantar að ná þessu niður eins mikið við geta. Elías. Wow, Elías. En ég segi, það er sko, hann er búinn að vera til fyrirmyndar eftir að leikurinn fjaraði út. Já, hann og Ingólfur er búinn að vera mjög solid hjá HK í dag. Algjörlega, en það er bara ekki nóg. Þú þarft að spila allir 7 byrjunarliðsmennirnir, allir sem eru inn á, þurfa að standa sig í svona leik. Nákvæmlega. Einar áfram með línunni. Einar Logi með skotið en Sigurður ver. Sjáu þið Einar Danska. Finnur boltann. Einar skorar. Sjáu þið drenginn. Hendi sér fyrir sendingur á Sigurðurinn fram. Stelur boltanum Andri síðan með sendingur á línur og Einar skorar. Frábærlega gert. Vá. Þetta er svo til fyrirmyndar. Þessi menn ætla að klára þessar 60 mínútur en það er allir að koma þetta inn með stæl og nú er gaman í KA-heimilinu. Já, ég trúi ekki öðrun að Gunni Nella sé að horfa okkur í sjónvarpinu og hann er vantilega að syngja já, nú er gaman ef ég þekki hann rétt. Új, Svavar! Fær boltan í bakið, við köllum þetta alltaf varið skot eða ekki? Jú, ég slum ekki að Svavar að vera í rosalega góðu skapi. Elli, Oh! Frábær sending og Einar Danski skorar. Elli Hald má ekkert hætta þegar að spila svona. Nei, Frábærlega gert. algjörlega og Einar. Sjáu, Dag Gautason kemur út af. Hörru, Faðmar Stefán Árnason og nú trillist allt í KA-heimilinu. allir standandi trallandi og Hlustið á þetta. Þetta KA-heimili er svo byggt fyrir handbolta. Það er bara þannig, stemning sem næst þetta er svo ótrúleg. Algjörlega mögnuð með framkvæmdastjórann sjálfan, hann að fremstinni flokki á trommunum. Hversu geggjað er það? Framkvæmdastjórinn er alltaf fremsti maður á trommunum. Bjarki, wow! Kláraði á Bjarka. Gerði þarna, kom með mjög góða liðarreiningu og smeltar við skeytin. Háka klárar þetta hefði með sæmt, það verður ekki annað sagt. En K.A. miklu betra liði í dag og miklu betra liði í einvíðinu, það verður ekki annað sagt. Já. Og heyrið nú. Hver er það stoltið? Hér er verið að kyrja söngva. Elli. Einar Logi. Skotið framhjá. Ekki úr góðri stöð þarna. Sett ekki fram. Ingólfur næstu bara að ná Óli þessu. opinn í horninu en ég bara grettan í Einari Loga er svo mikil að hann gat ekki hann að skotið þarna. Já, Elli mista þarna en heldur áfram. Já, vel gett hjá Sigþóri Gunnari þarna. Andri Snær í gegn! Þetta lítur að vera 92. Andri Snær sá þarna klufu fyrir liðin. Fór þarna utanavert. Leiðir sína menn áfram hérna til sigurs og leiðir það upp í Ólisdeildina. Og hann leifir Ólafi Jóhanni Magnússon að taka viti. Andri er búinn að vera frábær í dag og í allan vetur. Hann er langt frá línunni hann Ólafi Jóhann. Já. Frábært mark hjá Ólafi Jóhanni. Geggjuð stemning, sjáu þið fólk faðmast hérna á pöllunum. Geggjaðar senur í K.A.-heimilinu. K.A. að tryggja sér sæti í deild þeirra bestu. Algjörlega frábært. Það búið að vinna mikið fyrir þessi allan vetur og fólk er að uppskera núna. Algjörlega þessi K.A. bikarmeistari 2004, það er síðast titillinn áður en að Akureyri handboltavél var til. K.A. reisi út úr því. Svappi Kongur ver, tekur í varið skot, sendir fram Andri Snær. Elli á Daða. Sigurður ver. Góð markvarsli á Sigurðinni. Dreipur aðeins stemninguna þannig í nokkru sekundur en þegar allt tímabilið er undir og framtíðin líka. Ólisdeildin kallar og K.A. er að koma heim. Já, K.A. is back eins og Jóhann Kúkumann myndi segja. Og þetta er búið! K.A. er komið aftur upp í Ólisdeildina á
meðal þeirra bestu. Algjörlega magnaðar senur hér. Sjáu þið stemninguna, fólk þyrpist á gólfið. Ósvikin gleði innan vallar sem utan. Þetta svo gaman, stemningin búið að vera frábær í allan vetur. Orðinni kórunast hér. Það haldið fast í hefðir. Léttur hringur eftir sigurleik. Yfirleitt kallar Andri 2 stig og menn segir svo í hús. En núna erum við upp í Ólís. Auðvitað, algjörlega geggjaður leikur á öllu liðinu. Öllu fólkinu kringu það líka. Þetta algjörlega frábær stemning, umgjörð, allt hérna í dag til fyrirmyndar. Og leikurinn að sjálfsagt sem skiptir mestu máli innan vallar. Allir leikmenn geggjaðir hérna í dag. Ég fannst ekki bara svo gaman sko, maður búinn að vera í kámunni allan dag og það var samt svo létti yfir mönnum. Mönnum var bara svo fullið tilökunar fyrir þessu og maður fann bara fyrir því að það alltaf ekki stress. Við fundum það í dag, það var eitthvað í loftinu og það skilaði sér svo sannarlega. K.A. spilar í efstu deild karla og kvenna sjálfsögða næsta tímabili. Já, K.A. Þór í kvenna megin náttúrulega. Þetta frábært, nú förum við bara að fagna. Ekki best að renna þetta yfir tölfræðina? Jó, svo rennum við tölfræðina. Áður en við kveðjum. K.A. TV búið að vera ótrúlegt í allan veturinn sem þið vitið. Og við kveðjum handboltan hérna með því að fara yfir tölfræðina í síðasta leiknum. Já, sjáum að Andri Stað Stefánsson í markahæstum með 9 mörk, skoraði þar meðal 3 vítum. Átsi Egilsnes gerir 7 mörk, Dagur Guttormsson gerir 6. Þá var Ólafur Jóhann Magnússon með 3 mörk, Jóhann Kukubat, Sigþór Árni Heimisson og Einar Birgir Stefánsson gerir 2 mörk. Einar Logi Friðjónsson, Daði Jónsson, Jón Heiðar Sigurðsson, Elvar Halldórsson, Heimir Örn Andersson og Sigþór Gunnar Jónsson gerir allir 1 mark. Hjá gestunum þá var Ingólfur Páll Ægjesson markahæstur með 7 mörk, hann gerði 4 vítum. Elías Björgvin gerir 5 mörk, Friðgeir Eli með 3. Pálmi Fannar, Svavar Kári, Gretar Áki með 2 mörk, Bjarki, Egill og Ingerald allir með 1 mark. Svo við kíkja á tölfræði liða. K.A. 37 mörk gegn 25. Bæði lið skoruðu 4 mörk úr vítum. Lengsta markarunna 5 hjá K.A., 4 á HK. 12 mörk, það mesti munur á liðunum. Sjáum stemninguna hérna og já, markvarslan 10 á móti 12. Skulum við kíkja á tímalínuna næst. Ég kallað fyrirliðin Andri Snær á stuðningsmenn, það verið frábær í dag og það var svo sannarlega þannig. Þetta var aldrei spurning í síðari hálfleik. K.A. byrjar síðari hálfleik með 6 marka forskot. Bætir jafnt og bætir kemst nokkuð fljótt í örugt forskot, þannig að 10 marka forskot og það helst. Þetta frábært og formaður K.A. komin inn á gólfið að dansa með leikmönnum. Nýskipaður formaður Ingvar Gíslason. Frábært. Jæja, þá held ég að þessi málti komið að fara niður og fagna með leikmönnum. Ekki spurning. Við þökkum kærlega fyrir okkur í dag. K.A. TV, Ágúst Stefánsson, Stefán Jóhannsson, Hjalti Þór Hreinsson og Andri Fannar Björgvinsson og Atli á myndatöku vélinni. Og góðir áhorfendur, við sjáumst í Ólís-deildinni á næsta tímabili. Heldur betur. Takk fyrir okkur í kvöld. Takk fyrir.